Ég heiti Haraldur og ég brottfall. Á framhaldsskólaárum mínum hafði ég ekki þroska með mér að sjálfsaga sem nauðsynlegur til að bera ábyrgð á eigin námi. Ég vissi ekkert hvað ég vildi og var sama hvað þeir sem stóðu mér næst vildi að ég gerði. Einn daginn fór ég bara upp í hesthús og ég var brottfall. Ég stofnaði hljómsveit með vinum mínum og heimsfræði var á næsta leiti. Rokkið átti vel við mig og við félagarnir þurftum ekki mikið til að lifa. Bara smá vasapenning endurum á sinnum fyrir brauði í föstu og fljótandi formi. Við vorum að leiða út í hinn stóra heim að meika. Okkur vantaði bara smá pening fyrir farmiðanum. Ég datt í hug að sækja starfi á leikskóla. Ég var ráðinn. Ég leit alla sem vildu vita að ég ætlaði bara að stoppa þetta í nokkra mánuði á meðan ég var að safna mér fyrir meik farmiðanum. Leikskólakennari á staðnum sagði mér að hún hefði sagt það sama fyrir 20 árum. Og líklega væri eins fyrir mér því leikskólakennarastarfið væri skemmtilegasta og mest gefandi starf í heiminum. Mér fannst hún vera klikkuð, en hún hafði hins vegar algjörlega rétt fyrir sér. Starfið náði að heilla mig upp úr skónum, það var svo mikið frelsi, það var svo mikið af verkefnum, börnin voru svo skemmtileg, mest hefði ég gaman að þeim börnum sem þurfti að hafa svolítið fyrir. Þau eiga alltaf sérstakann stað í mínu hjarta. Mér hafa oft boðið gull og græni skógar að þessum litlu vinum mínum. Halli, hvor kemur þú ekki og gistir heima á mér helgina? Sagði einn snillingurinn einu sinni við mig. Þú getur bara sofið á milli mömmu og pappa og þú mátt borða eins mikið Lucky Charms og þú vilt. Svo horfum við bara á teiknimyndir alla morgunin og meðan mamma og pappi sofa. Hvernig hægt að neita slíku kostaboði? Sem betur fer tókst mér að hafna tilboðinu á þess að særa þennan vinn. Mér gekk vel í starfi. Ég fekk hrós og hvatningu frá yfirmanni mínu. Hún leiði mér að þróast í starfi, leiðbeindi mér inn á rétta brautir og eftir 5 ára starfi í leikskóla ákvað ég að sækja í Kennaraháskóla Íslands og fékk inngöngu. Hugsunin krefjandi háskólanám var vissulega íþyngjandi en áhyggjur mínar reyndust óþarfar. Tíminn í kennó var einn besti tími í lífs míns. Þótt að námið var oft erfitt og verkefnin í skólanum mörg og krefjandi gekk mér vel í námið. Að læra að verða leikskólakennari einn besta ákvörðun lífs míns. Í kennó, sem nú kallast HÍ, kynntist ég líka fallegustu, bestu og gáfuðustu konu í heimi. Hún í dag kona mín. Þannig að ef þú vilt kynnast þinni fallegustu, bestu og gáfuðustu konu í heimi, þá komdu að kenna.